Góðan daginn, það kom nýr dagur. Ég, Anita og Baltasar og Benjamin, við erum að fara í smá ferðalag. Komið með okkur. Góðan daginn, ég er komin til Egilsstaða. Ég notaði þessa vél nánast ekkert í gær í brúðkaupinu út af því að hún var batterislaus, ég fattaði ekki að henda henni hleðslu. Ég seifaði öll snöppi mín, þannig ég ætla að senda þau núna, bara akkurat núna, þá sjáum við snöppi mín. Þá erum við lent á eitthvað krummaskurð, það er enginn hérna. Sjáu þetta. Við erum bara ég ætla að fá þetta. Shit, hvað er lélega tónstæðan maður. Shit, hvað er skrítið. Fáránlega skrítið liðið sem er að vinna hérna maður. Wow. Þetta er svona eins og heimafólkið hérna sjáu eitthvað nýtt fólk sem hefur aldrei séð áður og bara eitthvað þessi á ekki heima hérna. Og þú veist, og þau er alveg bara eitthvað ég ætla ekki að afgreiða þennan fáita. Nei, hann á ekki heima hérna. Svo loksins þegar helvítis pizza var tilbúin, þá kallaði hún svona Daniel. Ég líti upp og svona, nei, hún horfir á mig en gerir ekki neitt. Og sagði aftur bara, Daniel. Og svo horfir hún yfir eins og að hafa verið ógeðslega mikið fólki þarna. Ég var eiginlega bara einn. Daniel. Ætlar ekki að borða þessa pizzu, svo bara bíða í smástund eftir. En það er eitt hérna sem ég er búinn að keyra framhjá sem er ógeðslega töff. Er það hérna? Ég veit ég er að keyra, fokkið ykkur. En já, ég er komin í sveitina. Það eru, Anita googlaði að það er 240 manns, eða eitthvað, 200 manns sem búa. Ég veit ekki nákvæmlega töluna, ég man ekki töluna, en það var alltaf langt undir 300 manns. Það er ástæðan fyrir að er ekki neina, sko. En á morgun erum við að fara í brúðkaup hjá vinafólki hennar Anitu og þetta er ótrúlega fallegur staður. En þessi ákvörðun mín að fara og ná í pítsu er helviti góð út af því að ég rat ekki raskat þar sem ég er. Og mig grunar að ég sé búinn að keyra framhjá þar sem sumarbústaðurinn okkar er. Fuck! Joke. Þannig að það.
Já, en vinkonuna Anita, hún lánaði okkur helvíti flottan bíl. Ég ætla að sýna ykkur með þetta smá. En ég get allavega sagt ykkur svona varðandi mótorinn og svona. Það top speed 75 km/h. Góðan daginn. Ef við þekki einhverja sem eru á Egilsstöðum og lögum á ofnæmistöflum, þá mega endilega senda mér skilaboð. Ég er að deyja. Það er 17. júní og það er allt lokað. Þá erum við allt tilbúin. Sjá ykkur. Það er enginn hérna ást. Nei, ég veit. Þetta finnst mér skemmtilegt. Verslunarfélagið með setu. Þetta er magnað. Sveitin maður. Já, ef það er ykkur hérna sem er frá Egilsstöðum, endilega hendi á mig línu ef þið eigið ofnæmistöflur. Annars þarf ég að vera nefnmæltur og ógeðslegur í annan dag. Ég treði mig af mat, svo ég get ekki fara á götu. Allt í lagi. Já, ég ætla allavega að sýna ykkur hvernig er að vera á Egilsstöðum og hvað er hægt að gera hérna. Skulum fara í smá leiðangur. Það er búið að redda þessu. Við erum komin hérna í sumumbústaðinn aftur og ég er að klára með hausnum að hita pottinn. Það er annar pott. Það er að fara í pottinn. Við erum að kíkja í pottinn, en þið mega eiga það að það er ótrúlega fallegt hérna á Egilsstöðum. Geggjað veður. Við erum alveg sein. Já, við erum ennþá sein og þetta er byrjað. Við þurfum að kíkja í Netto og kaupa kort. En ég er búinn að vera hérna og er að stúdera fólkið sem er að labba hérna inn og maður þarf að kenna þeim að klæða sig í föt. Það er ekki svona heitt úti, sko. En Egilsstaðir eru virkilega fallegur staður. Kemur mér ótrúlega óvart. Ógeðslega mikið af trjám. Það sést ekki á höfuðborgarsvæðinu, mikið af trjám, sko. Herðu maður, það er eins gott að ég sé með síma. Þarna er eitthvað svona fólk. Jöfull er þetta magnað maður. Hvað heitir þetta? Nunnur? Haha. Það er magnað maður. Þeim er hleypt út hérna á Egilsstöðum, joke. Nei, maður sér ekki oft þetta í Reykjavíkinni eða Hafnarfirði. Það erum við komin. Því að kökur eru á leiðinni. Hvað er vinsælt? Já, strákar, ég er alveg sammála ykkur. Ég er alltaf einn. Gaman að mann sé búinn að rekast á einhver svona gamla myndi, svona stjórn Rebekku-stúku númer 15. 2014. Skulum kíkja á þessa einstakling. Komin. Það er rosalega mikið að skrýtnum bílnúmerum. 0. Hæ, ég heiti Sigvaldi og ég er í sumumbústað.
Og þið sjáu það, ég hérna í fötunum og ég að fara í heita pottinn. Ég ætla að sýna ykkur það. Nú ég komin hérna út á svalirnar og ég einmitt með heitan pott. Ég skal sýna ykkur. Já, ég búinn að leggja hann hérna, já, í hinum pottinum og ég ætla að sýna ykkur hvernig ég fer í heita pottinn. Nú ætla ég að sýna ykkur hvernig þetta er. Hann svo heitur. Já, ég heiti Sigvaldi og ég var bara að sýna ykkur hvernig ná að fara í heita pott. Hérna í sumarbústaðnum. Sjáu hvað fallegt. Vá. Þessi vaknaður. Gæti nú alveg sofið aðeins lengur. Vá, hvað flottur. Hvar er? Já, pappa. Herru, þá komið að dagskrárliðnum prófum sturtuna sem ég geri alltaf því ég fyrir heimsókn hjá fólki sem ég þekki. Ég er bara að skilja hann bara eftir. Vá. Ætlarðu að taka við mig? Komdu. Ná í. Já. Vélarinnar. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Air Iceland Connect, I welcome you on board this aircraft from Djúpivogur after one of the Icelandic saga characters. The estimated flight time to Reykjavík is 50 minutes. The pilot in command is Captain Axel Ingi Eiríksson. The co-pilot's name is... Komin til Reykjavíkur. Ríkilega gott að vera komin eftir bæinn. Herri, ég ætla að enda þetta vídeoblogg núna. Það komið mánudagur, ég mættur í vinnuna, mætti töluvert snemma til að geta klippt vídeobloggið út af því að þegar við komum heim eftir flugið þá rótuðust við öll, við bara fórum heim og sofnum. Þú getur fylgt mér á Snapchat á loggið mitt inn á snappið er DanniDH, það er sama og er inn á YouTube, það er bara youtube.com/DanniDH, endilega farið og fylgið mig þar. Ekki gleyma því að ég er líka með heimasíðu njótulífsins.is, endilega kíkið á hana, finnið ykkur fatnað, pantiði og ef þið hafið áhuga. Ég ætla að enda þetta núna, bara takk aðeinslega fyrir áhorfinu, Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst vonandi á morgun, takk fyrir mig, bye bye.